Komiði sæl og blessuð, elsku vinir. Verið hjartalega velkomin í 20. þátt einingarinnar. Í dag þá ætlar Saint Germain að koma til okkar og aðal þemað verður gullöldin. Svo höfum við líka fengið innsendar spurningar, þannig að við ætlum að biðja hann að svara þeim. Hjartalega velkomin. Kærar þakkir, kærar þakkir. Ég hugsa að ég ætla að fara bara beint í að svara spurningunum. Já, Ég ætla að lesa þær upp hérna. Fyrsta spurning. Ég hef glímt við kvíða, verki og taugaverki í handleggjum sem að versna ef kvíðinn eykst. Ég hef leitað óhefðbundna leiða til að fá hjálp, farið til dæmis í kraníó, til heilara, fengið fyrirbænir og fleira, en mér finnst ég ekki ná árangri. Er ég minn besti heilari? Á ég að hætta að bíða eftir því að treysta á að aðrir lagi mig og hjálpi mér, og heila mig sjálf? Er ég öflugri en ég held? þú átt að samýrast með öllum að vera miklu öflur en þú heldur vegna þess að þú ert almáttugur Guð í þínum minnsta kjarna. Svarið við spurningunni er að þú átt að taka þátt þegar að er verið að gefa þér heilun. Vissulega getur þið heilað þig sjálf en það er líka það sem að þið verðið að skilja að þið getið aldrei verið fullkomlega sjálfstæð og óháð öðrum vegna þess að það er andstætt ykkar eðli. Þið þurfið á hvert öðru að halda og þannig á það að vera. Við getum sagt að endilega leyfðu öðrum að hjálpa þér vegna þess að með því að leita til annara og þiggja af öðrum þá ertu leið að gefa. En á sama tíma er nauðsynlegt fyrir þig að muna eftir að hjálpa þeim sem að vilja hjálpa þér og vera stöðugt að heila þig og það felst í því að skoða ástæðuna fyrir verkjunum. Hvað ert að gera, hvernig ert að hugsa sjálfa þig, fara að hugsa betur þig, gefa þig meiri ást og umhyggju og íhuga hvernig þinn lífstíll er. Endilega, og þetta er til ykkar allra, ekki hætta að leita til annara vegna þess að með því að leita til annara þá eru þau að gefa dýrmæta gjöf. Að gefa öðrum tækifæri til að gefa ykkur. Takk fyrir þetta. Svo er næsta spurning. Hvað segir Saint Germain geðlyf? Eru þau gagnleg fyrir okkur? Já, þau eru gagnleg. En eins og með flest, þá hættir ykkur til öfgana. Geðlyf hjálpa mikið þegar að þið eruð langt niðri, mjög veik, að þá þurfið þið lyf til þess að heilinn fái rými til að róast og heilast. Þannig að á ákveðnum tímapunkti er nauðsynlegt að taka lyf. Geðlyf í eðli sínu eru góð, en það þarf að gæta þess að ofnota þau ekki og ekki treysta eingöngu á þau þegar þið finnið fyrir andlegum sjúkdómum á borð við þunglyndi, kvíða og allt þetta, að þá er mikilvægt að nota alla hjálp sem er í boði. Geðlyf og samtalsmeðferð, leita til heilara, geðlækna og sálfræðinga. Það er að nota allt. Ykkur hættir til að neita jafnvel lyfjum og vilja eingöngu samtalsmeðferð eða treysta eingöngu á lyfin. Hvorugt gengur upp. Þetta verður að vinna saman.
En með lyf að eins og þið vitið að þá er aldrei gott að nota lyf meira en nauðsynlegt er. Þannig að það á alltaf að nota eins lítið af lyfjum og mögulegt er og eins stuttan tíma og mögulegt er. Ok, takk fyrir. Mm, Næsta spurning. Sæl þið dásamlega fólk er að velta fyrir mér spurningu eða vangaveltum. Hvernig er með látna ástvinna okkar sem við jafnvel finnum fyrir og fáum skilaboð frá og þeirra endur komu í jarðvist að nýju? Hvað með tíma á milli jarðvista og ef það gerist hratt, hvernig er þá tenging við eftirlifendur sem eru í þessari jarðvist og er það hægt? Það er þannig að þeir skiptist niður í, eða skiptið ykkur í fjölskyldur, sálnafjölskyldur, sálnahópa, sem að þýðir að allir sem að þið tengist eru hluti af ykkar sálnafjölskyldu sem að þið tengist nánum böndum. Og það þýðir að þið skiptist á í gegnum lífin að vera foreldrar, systkini og blóðskyld, ljóslínuskyld og allt þetta. Varðandi endurholdgun að þá er það þannig að segjum sem svo að nákominn og kær ástvinur ákveður að yfirgefa efnið, hann er alltaf hjá ykkur samt, hann hættir aldrei að vera hjá ykkur. Þannig að hann er hjá ykkur í anda alltaf og það er öruggt að hann tekur sér bólfestu í einhverjum líkama í kringum ykkur sem barnabarn eða systkini, það eru allir möguleikar til staðar. Einfaldasta svarið er að þegar að nákomni ættinginn, ástvin endurfæðist, að þá er hann bæði kominn í efni og á sama tíma er hann líka alltaf í kringum ykkur sem andi. Eins og að þið sem að eruð að horfa á þáttinn, að þið eruð bæði stödd í efninu og andlega heiminum. Og varðandi tíman að þá er það bara mismunandi, það er einhver reglur til en það líður sjaldan langur tími á milli þegar að svona náinn ástvin er að ræða. Já, takk fyrir þetta. Næsta spurning. Þetta er ekki spennandi? Mjög, mjög, það er allt spennandi hjá mér. Já. Ef ég hefði taugar þá var ég alltaf uppspenntur Já, akkurat. af gleði. Já. Já, Ég er með spurningu fyrir Saint Germain. Er rétt að Guð hafi valið Ísrael? Er hún sú þjóð sem var valin sérlega af Guði? Hver eru rökin fyrir því eða hvar liggur skekkjan ef rangt er? Takk fyrir. svarið er að sjálfsögðu neitandi. Hvorki Ísrael, Ísland, né Danmörk eru sérstaklega útvalin af Guði. Hvert einasta land, hvert einasta ríki, hver einasta lífvera á jörðinni er útvalin af Guði. Sú vera sem er ekki útvalin af Guði er ekki til. Rökin fyrir þessu að Ísrael sé sérstaklega útvalin, þið þekkið það flest. Ísrael átti í stöðugu stríði og það má segja að Ísraelsmenn hafi skapað ákveðið sameiningartákn sem að er Guð Biblíunnar og þeir
töldu sjálfu sér trú til að styrkja sig að Guð væri sérstaklega með þeim í liði en ég get fullvissað ykkur að Guð er algjörlega hlutlaus og hann tekur enga afstöðu í deilum manna á milli eða þjóða á milli. Hann elskar ykkur öll jafnt. Já, takk fyrir þetta. En ef ég kemur smá viðbót hérna, hver er það ástæðan fyrir að við erum alltaf að koma með eitthvað svona eins og þetta að hérna, einmitt að þessi þjóð sé útvalin eða þetta sé útvalið. Við erum svo upptekin á þessu. Þetta er svona aðskilnaður, Já, aðskilnaður hugsun. já, þetta er mikil Og þetta hefur aðskilnaður. haft náttúrulega gríðarlega áhrif á allt í svolítið langa tíma núna á jarðarsviðinu. Já, Til dæmis bara þessi hugmynd mhm, sem mætti segja þá að væri ranghugmynd. mjög mikil Já, ranghugmynd. já. Þetta er raunverulega það sama að þið kannist öll við dæmi einstakling sem er alltaf að upphefja sig, segja af sér fræðasögur. Þið vitið að hann er með minnumáttarkennd. Sama gildur þjóð sem að þarf að upphefja sig með einhverjum hætti að hún sé stærri, merkilegri en önnur þjóð. Rótin er alltaf skortur Mhm. og þið geti verið svo fullviss það að ekkert af ykkur er meira eða minna. Þið eruð öll sérstök. Hver einstaklingur á að vera ánægður með sig og sjá sig sem einstakann hluta af einingunni til þess að hann eigi auðveldara með að gegna sínu hlutverki. En leið og þið farið að hugsa að þið séu öðrum fremri, að þá er það aðskilnaður sem að orsakar alltaf meiri skort og meiri vanlíðan. Þið þekkið öll lifandi dæmi þetta. Já, takk fyrir þetta. Þá er nú öllum spurningum lokið, svona Já, sem voru innsendar, já, alla minnstakosti. En hvað viltu svona segja okkur svona aðal þema þáttarins, gullnu öldina? Margir eru að velta þessu fyrir sér. mhm. Raunverulega hvernig þetta virkar allt með gullnu öldina. Og svo sem búið að vera spælingar með þetta svolítið lengi, langan tíma. Það er engin gullin öld til, ekki sem öld. Við getum sagt að það sem að þið kallið gullnu öldina, 1000 ára friðaríkið, þetta er allt það sama. Þetta er ykkar rétta ástand. Þið dettið oft inn í sannleikann og náið fullkominni meðvitund eininguna. Þegar ég segi einingin, þá er einingin sannleikurinn, hinn sanna skilyrðislausa ást og hið skærasta ljós. Það er einingin. Þegar þið finnið þessa tilfinningu, að þá eru þið í sannleikanum og hún er alltaf. Það er engin tími merkilegri en annar. Það er alltaf sama lögmáli, það er bara eitt lögmál til og það er einingin. Að þið haldið að núna sé þetta að koma og þetta er alltaf sama hugsunin. Að þið eruð að takast á við krefjandi lífsverkefni og vonið að þetta fari að batna og svo breytist vonin í ákveðna óskyggju. Núna fer þetta að lagast, á morgun líður mér betur og allt þetta. Þið eru alltaf að horfa inn í framtíðina í staðinn fyrir að horfa á nútíðina. Ef þið ákveðið að gullna öldin sem að er hugarástand, fallegt hugarástand, sé núna er ég staddur í gullnu öldinni, þá er hún komin
Þetta er spurning um ákvörðun, hvers og eins. Og því fleiri sem að ákveða að vera í gullnu öldinni núna, því fallegri verður samvitund jarðar og þá farið að upplifa það sem að þið kallið hærri tíðni sem er raunverulega ekkert annað heldur en meiri opnun, losun á hulum og filterum. Gullna öldin hefur aldrei farið. Hún er upphafið, hún er uppsprettan. Hún hefur verið til alla eilífð og mun aldrei hverfa. Og það eru allir tímar sérstakir, það er alltaf eitthvað nýtt að gerast á öllum tímum. Þið bara takið ekki eftir því. Þið eru svo föst í skoðunum og viðhorfum. Þið ákveðið að það gerist eitthvað núna, eitthvað merkilegt og þá eru þessir tímar svo stórkostlegir. Ég sé jörðina frá upphafi og þegar við alltaf verða að gleðjast yfir stórkostlegum tímum. Þegar Jesús kom til jarðar fyrir 2000 árum rúmum, þá voru sérstakir tímar. Það eru alltaf sérstakir tímar. Þegar þið fagnið augnablikinu og segið að augnablikið er sérstakt, þá er það að komast inn í gullnu öldina. Þetta er ykkar sköpun, ykkar ákvörðun, hvernig heim þið viljið búa í og hvaða veruleika þið viljið upplifa. Já, takk fyrir það. Sko, ég velti fyrir mér, hvað myndir þú vel að segja við þau sem að eru föst í sem sagt, svona hringiðu þjáningarinnar á jarðarsviðinu í dag Mm. og sjá ekki alveg út, sjá ekki tilganginn og eru svona með gleymskuna yfir sér, gleymskuhuluna og sjá ekki út og sjá ekki tilganginn og eru svona föst í ákveðinu svona vítahring. Þú veist, hvað myndir þú vilja segja við þau svona til að já, hjálpa þeim að komast út úr þessum vítahring sko þjáningarinnar þó að hún fari raunverulega aldrei, hún þannig séð, en svona bara fara, já, einhvers konar svona heilunarferli. Hvað myndir þú vilja segja við þau sem eru þarna? Það er að horfa á hinn jarðneska raunveruleika eins og hann er. Þið aukið þjáninguna með því að gefa henni merkimiða. Þetta er ekki einfalt svar vegna þess að þið upplifið þjáningu og sársauka. Stundum er það hreyfing lífsorkunar, hreyfiafl lífsorkunar. Stundum er það eitthvað sem þið þurfið að læra af. Það er svo mikilvægt að horfast í augu við það sem kemur til ykkar sem er ekki ykkar sköpun. Það er að sitja og fylgjast með. Er raunverulega eitthvað sem að þið þurfið að horfast í augu við og gera upp. Og þá er að horfast í augu við það og gera það upp og gera ykkur grein fyrir því að allar ástæður fyrir þjáningunni eru ákveðin lærdómstól sem að þroska ykkur, sársaukin er erfiður og það má segja að því erfiðari kringumstæður sem þið lendið í, því meiri möguleika eigið þið á að þroskast. Og best er að sitja hljóður og fylgjast með hvað er að gerast. Og númer 1, 2 og 3 er að sitja ekki einn í þjáningunni, deila henni með öðrum, losa út allar tilfinningar. Það er mikilvægast. Það er að vera alltaf það sem þið eru. Þegar þið eruð í þjáningu, þá er að þykjast ekki
vera í þjáningu. Það er að sitja ekki upp þetta leikrit sem ykkur hættir til að þið þjáist og hittið ykkur og, og þá er þetta klassíska góðan daginn, hvað segir þú? Og þið eruð alveg bara heltekin af þjáningu og sársauka og þið brosið og segir mér líður bara vel. Segiði frekar hvernig ykkur líður og ykkur myndi jafnvel koma á óvart að sá sem að þið hittið er tilbúin til að hlusta. Það er yfirleitt þannig í flestum tilfellum. Þið bara óttist að ykkur sé hafnað þegar ykkur líður illa og þið þurfið að hjálpa að halda. En hjálpin er yfirleitt nær en þið haldið. Það er alltaf best að einangra sig ekki, vera meðvituð um eininguna og leita eftir hjálp. Alltaf ekki sitja ein, ekki einangra ykkur, vegna þess að þá aukiði á sársauka. Hvaða misskilningur myndir þú segja varðandi svona andlega vakningu hérna á jörðinni í dag? Hvaða svona misskilningur er á ferðina? Svona mesti misskilningur þarna sem er svona þessi aftraði að fólk já, fólk er hikandi í þessu ferli eða svona einhverja blokkaringar. Hvað er mesti misskilningurinn í dag varðandi þá andlega vöknun hjá okkur? Þið haldið að þetta komi utanfrá. Þið treystið á að það komi kosmískar verur, guðlegar verur, englar til jarðar og opni ykkur raunverulega. Allt sem að segir ykkur annað heldur en að þið stjórnið ykkar opnum er misskilningur og rántúlkun á raunveruleikanum. Þið finnið þetta alls saman í hjartan á okkur. Þið finnið að ef að ykkur langar til að starfa á andlegum brautum í miðlun, heilun eða eitthvað svoleiðis, að þá er það lífsplanið ykkar. Þá þurfið þið að komast yfir óttann og byrja. Af því að allt sem ykkur langar til að vera og allt sem ykkur langar til að gera, það er hluti af lífsplaninu og þið verðið að gera það. Ef við tölum andlega leiðbeinendur og notum það hugtak yfir allt sem að þið kallið engla, uppljómaða meistara og svo framvegis, að þá gerum við ekkert óumbeðin vegna þess að það er okkar samningur við ykkur að þið ætlið að gera þetta sjálf. Og þegar ég segi gera þetta sjálf, að þá skulle ég líka muna eftir að þið eru aldrei ein. Það að leita eftir hjálp, það er engin minkun. Þá eru þið að létta ykkur lífið. Til dæmis í Atlantis, þið eru svolítið mikið að spekulera í því. Ástæðan fyrir því að þið urðuð svona vitsmunalegt stórveldi á sviði þekkinga og tækni var sú að þið leyfðuð kosmískum verum að hjálpa ykkur. Það er að segja bræðrum ykkar og systrum frá öðrum plánetum og tilveru sviðum af því að við erum alltaf tilbúin til að hjálpa. Það er að leggja niður þessa sjálfstæðis hulu af því að það getur enginn gert neitt einn og ykkur er ekki eðlislegt að vinna ein. Það er einingin sem að gildir alltaf. Þið hafið alltaf frjálsan vilja
og það kemur enginn til ykkar og breytir, en það eru allir tilbúinir til að hjálpa þegar þið leitið eftir hjálpinni. Hvað er það sem að flestir óttast við sem sagt eigin mátt eða svona sína andlegu krafta og já, hvernig getum við fengist eða horfst í augu við það eða unnið í því? Það er svo margir sem óttast þetta þá í tengingu við eins og við nefndi hérna var að spyrja um andlega vöknun hérna áðan. Mhm. Hvað er það sem að við erum að óttast þarna sem að er að svona heldur okkur hikandi oft í þessu ferli? Það eru ýmiss konar viðhorf sem að eru innprentuð í ykkur og við getum sagt að rótin liggi í hruni Atlantis, borgarinnar, landsins eða svæðisins, skiptir ekki máli hvað við kallum það, að þið urðu fyrir svo miklu áfalli þegar þetta hrundi. Ykkur datt aldrei í huga að þetta myndi hrynja. Og, og þá er líka ákveðin forðun á ábyrgð og ykkur er kennt að horfa út frá fyrir utan ykkur. Að hérna, ef við tökum bara dæmi með Guð, að Guð er bæði fyrir utan ykkur og innra með ykkur. Hann er alltumlykjandi. Guð, uppsprettan eða hvaða nafni sem við kjósið að kalla það. Og þið eru hrædd við að finna Guð innra með okkur. Þið eru alltaf svo hrædd við að vera meiri. Þið óttist að aðrir uppgötvi styrkin ykkar og, og fari að nota það gegn ykkur, það komi öfund og afbrýðisemi. Það eru svo óbúslega margar tilfinningar sem að eru innra með ykkur þegar að í þessu samhengi. Þegar að Jesús kom til jarðar, að þá var það hans tilgangur að sýna ykkur hvað þið getið. Hann labbaði á vatni og sagði þetta getið þið líka. Hann bauðst til að kenna ykkur þetta. Hann bauðst til að opna ykkur þannig að þið gætuð öll gert það sama og hann. En út af þessu tráma sem að situr ennþá í ykkur frá Atlantis, þá þorðuð þið ekki að axla ábyrgð á öllum þessum mætti og vildu þess vegna afhenda öðrum heiðurinn. Að hérna þess vegna þakkiði Guði í hinum ytri heimi fyrir allt sem að gengur upp hjá ykkur af því að þið þorið ekki að þakka ykkur sjálfum. Það er þessi ótti við að vera það sem þið raunverulega eruð, Guðir, skaparinn og sköpunin, að það hamlar ykkur. Og það er líka þetta að ef að einhver er líklegur til að sýna meiri opnun heldur en flestir hafa mögulega, heldur en flestir hafa, að þá kemur alltaf þetta hvað heldur hann að hann sé og þá farið að tala niður af því að þið upplifið vanmátt haldið að þið getið þetta ekki og svo er það líka þetta ego að sá sem að hefur opið fyrir mikla eiginleika að honum hættir til að láta egoið stjórna sér akkurat það sem að orsakaði fall Atlantis. Það var þetta ego sem að læddist inn að þeir sem að voru það sem við kallum leiðtogar, meistarar, leiðbeinendur, að þeir vildu njóta
athyglinna, þeir vildu fá ljós frá öðrum í formi upphafningar og það er alltaf rangt vegna þess að þið eruð öll nákvæmlega eins, þið hafið ólíka birtingamyndir á jörðinni og það er mikilvægt að það komi fram að tökum dæmi tónlist og þetta er mjög gott dæmi af því að þið njótið öll tónlistar að ykkur leyti. Þá er ákveðin hlutverkaskipting á milli ykkar í hverju jarðvist fyrir sig. Einn tekur að sér það hlutverk að flytja tónlist til þess að aðri geti notið hennar og þá segja þeir sem að njóta tónlistarinnar ég er alveg laglaus, ég kann ekkert í músík en mikið óbúslega finnst mér gaman að hlusta á þetta. Þá er viðkomandi að setja þann sem að er að gefa tónlistina að setja hann á stall en sá sem að gefur tónlistina getur alveg eins sett hína á stall sem að þiggja hana af því að þið þurfum átt ykkur á að gefa og þiggja er alltaf sama athöfnin. Þannig að þetta þegar að einhver birtist með opið fyrir eiginleika, visku, eitthvað svona verðmætt sem að aðrir sækjast eftir, að þá er það bara hans hlutverk sem að var ákveðið fyrir þessa jarðvist en ekki að hann sé meiri listamaður, meiri vitringur því að það er ekki til. Þið eruð öll sömu vitringarnir ef út í það er farið. Það er engin munur á ykkur. Þetta eru bara mismunandi hlutverk. Já, ok, takk fyrir það. Hvernig vinnur þú með mannkyninu í dag? Er einhver munur á því til dæmis eins og hvernig þú varst að vinna með okkur fyrir 100 árum? Er einhver munur? Nei, ekki heldur fyrir 1000 árum. Já, Málið er að við á andlega sviðinu erum alltaf nákvæmlega eins. Við segjum alltaf það sama og erum þá væntanlega í ykkar eyrum hundleiðinleg. En kosturinn er sá að þið eru alltaf að skilja betur. Við gerum aldrei neitt öðruvísi, við erum aldrei með neinn klókindi eða neitt svoleiðis. Við kunnum það ekki en við vitum hvað það er. Þegar að þið farið að opnast meira að þá eru að heyra betur það sem að við erum að segja. En við erum alltaf eins, við höfum alltaf verið og munum alltaf verða. en nú höfum að heyrta sko þið séuð alveg jafnt í þróun eins og við. Já, 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 En þú já. segir að þið séu alltaf eins. Hvernig fer það þá fram í samhengi við að þið eru í þróun eins og við? Sko, Hmm. þú varst að spyrja mig á jarðarsviðinu hvernig við Já, kæmum fram kennum við okkur, ykkur. já, 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 það er alveg eins. já, Svo ef við förum á önnur svið að þá erum við í þróun á hinum ýmsu sviðum. mm. En varðandi jarðarsviðið að þá er það svolítið takmarkað út af samvitundinni. Þannig að í grunninn erum við alltaf eins en það er alltaf meiri opnun og þróun og það er alveg rétt að við erum alltaf í stöður í þróun. En sumt sumu þarftu ekki að breyta. Þannig að við erum alltaf að segja það sama hérna á jörðinni á meðan að þið eruð ekki komin á hærra vitundastig. Þannig það má segja að þið séu búin að vera að segja það sama við okkur í 1000 ár eins og eða jafnvel meira. Það skiptir ekki máli nákvæmlega hvað Já. þetta verður langan tíma. Já, En þá er kannski svona, já, við höfum verið lengi að bregðast við þessu. já, Og kannski fyrst núna sem við erum að ná þessu, já, eða slíkt. já, Og eigum kannski langt í land, já. eða hvað. Uh, Það fer eftir því hvað þið ákveðið Já. að fara langt. En svona í heildar samhenginu, heildar samvitundin okkar, hversu langt erum við þá komið þarna?
í heildina. Þið eru búin að vera, eins og segja, koma með þetta svona sama til okkar heilengi og við svona út af okkar blokkaringum og svona hiki þá höfum við verið lengi að taka við þessu. Já, En þá hvers, já, hikið fer minnkandi já, og jú, jú. það hafa verið það miklar hörmungar sem eru auðvitað lærdómstól Mm, á jörðinni að þið eruð að vakna til vitundar raunverulega mikilvægi þess að lifa til góðs og sýna umburðarlyndi og skilning þannig að þið eigið raunverulega ekki langt í land en svo tekst ykkur að flækja málinn svolítið fyrir ykkur. Það sem þú spurði mig um áðan í sambandi við þróun og þroska að hérna á jarðarsviðinu að þá þurfum við ekki að vera í þróun og þroska, það er að segja við helgistjórn jarðar af því að við erum komin það langt en sko af því að við erum búin að ná fullum tökum á þessum skilabóðum sem að þið þurfið á að halda og það sem að þið þurfið að heyra og vita svo á æðri sviðum að þá snýst þetta ekki um skilabóð með orðum, þetta snýst miklu frekar um hreyfingu og ákveðna slípun og fáun sem að fer fram með ákveðnum hætti sem að þið getið ekki skilið hérna á jörðinni enn sem komið er. Af því að alheimurinn er alltaf í stöður í þróun og andlegu sviðin líka. já, takk fyrir það. Um, ef við förum aðeins inn á semst að gullgerðarlistina eða alkemíuna, Mm. sko, viltu gefa okkur einhverja kóða eða koma með eitthvað svona, hvað er það svona innan hennar sem að svona aðeins lítill hluti hérna er búin að grípa eða ná af okkur? Það er fyrst og fremst plúsinn og mínusinn. Andlegi, þið eruð andlegar verur sem að ákveða að koma í efnið og til þess að þið geti komið í efnið að þá þarf þéttleika og hreyfingu og það er mínusinn. Þetta er nákvæmlega sama lögmáli eins og með rafmagnið að rafmagn getur ekki virkað án plús og mínus. Af því að þið raunverulega þekkið ekki efnið þegar þið komið hingað að þá upplifiði mínusinn sem þjáningu af því að hann er framandi. Þannig að þið getið byrjað að horfa á þjáninguna sem nauðsynlegt eldsneyti, nauðsynlega hreyfingu til þess að þið getið lifað á jörðinni. Og þegar þið farið að sjá það þannig að þá smátt og smátt farið þið að læra að nota þjáninguna til að efla ykkur og það sýnir hvað efnið er ráðandi hjá ykkur þegar þið talið um gullgerðarlist af því að hinn eiginlega gullgerðarlist snýst ekki um efni, það snýst um andan, það snýst um að skilja þessa efnislegu orku sem að er andleg, af því að hún er ekki áþreifanleg. Og það sem að er mikilvægt fyrir ykkur er að vera stöðugt að leita og rannsaka ekki með orðum, heldur huglægt. Það er að finna og það er að fylgjast með og hlusta af auðmýkt. Auðmýktin er alltaf það mikilvægasta á jörðinni. Auðmýktin er sannleikurinn. Auðmýktin er Guð vegna þess að ef við tölum um Guð uppsprettuna
að þá er það fyrirbærið sem að þarfnast einskis af því að og hefur allt í fullkominni auðmýkt, þarf ekki að upphefja sig og mætir ykkur alltaf í auðmýkt og ást. Þegar ég finni þessa tilfinningu, auðmýktina, ég er, og leyfið ykkur að vera það sem þið eruð, að þá eru þið komin inn í alkemíu vinnuna. Það er bara að vera. Að vera er hinn eilífi kóði sem að ég er búinn að segja öldum saman, og sama hvað er verið þreytt á þessum einföldu orðum. Þegar þið verið þreytt á þeim, að þá þýðir það að þið skiljið þau ekki. Að vera Guð, það er ykkar sameiginlega markmið. Það er að finna viskusteinin sem er Guð innra með ykkur öllum, og það er að skilja fjólubláu logann. Hann hefur ekkert útlit, hann er bara orka. Þið skýrið hann fjólubláan vegna þess að fjólubláu liturinn virkar vel á ykkur heilandi, og hann er kraftmikill. Þannig að sjáið hann fyrir ykkur og leyfið ykkur að horfa í hann og leyfið hann svo að fjara út og finnið þið fyrir hún. Því meira sem ykkur tekst að finna og sitja, að því meira vaxiði og þroskist í alkemíunni. Hún snýst bara að vera, taka á móti og opna fyrir allt. Og þetta voru falleg lokaorð í þáttarins. Takk kærlega fyrir okkur. Takk sömuleiðis.